fara af stað, læra ný tungumál, vinna hjá frjálsum félagasamtökum, fá ákveðna reynslu eða jafnvel hjá stjórnvöldum í ákveðinn tíma og koma með það inn í Sameinuðu þjóðirnar, það líka mikilsverði. Þannig að svona byggja upp ákveðinn grunn, þannig að hafa ákveðið veganesti áður en færi til starfa hjá Sameinuðu þjóðunum. Svo líka spennandi að skoða möguleika eins og til dæmis Sameinuðu þjóðirnar með mjög skemmtilegt verkefni sem heitir United Nations Volunteers. Og þarna fólk sem kannski ungt fólk sem að byrja sitt ferli, hefur menntun, hefur ákveðna reynslu og þetta fólk sem alveg að starfa samhliða okkur föstu starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna og með mjög áhugaverð verkefni. Og stundum að starfa við hliðina fólki sem kannski koma á eftirlaun og vill bara vera í þessum geira, hefur gríðarlega mikla reynslu. Og þarna fær fólk tækifæri til að sjá hvað í gangi, skapa tengslanet og það hefur stundum leitt til áframhaldandi starfa. Þannig að bara í svona grunninn einmitt, opin menntun, kynnast heiminum, bæta ykkur tungumálum, skilja hlutverk Sameinuðu þjóðanna og jafnvel reyna að koma inn með einhverja reynslu og þekkingu sem gæti verið Sameinuðu þjóðanna verið ekki bara menntun, heldur ég hjúkrunarfræðingur, ég lögfræðingur, ég lögreglumaður, ég jafnvel vörubílstjóri? Hvernig gæti mín þekking nýst inn í það sem Sameinuðu þjóðirnar að gera?